Hæ, ég heiti Anna Eiríks, velkomin í Buttlift og Core. Ég ætla semst að fókusa svolítið á neðri hlutann í dag, rassvöðva, kjarnavöðvan okkar. Eina sem ég nota æfingadýna og ef þið eigið ökklalóð, þá algjör snillt að nota það en það alls ekki nauðsynlegt. Vindum okkur í þetta. Drögum andann djúpt að, tegjum hendur upp og tegjum úr okkur. Tegjum hendur upp og yfir. Og skipta. Spennugreipar fyrir aftan bak. Við hvet alla til að vera með mér í dag. Svo ætlum við að stíga núna rólega aftur með hægri og vinstri fót til skiptis. Þar sem okkur bara spenna kviðvöða vel, baki beint og það þarf alls ekki að fara mjög djúpt inn í æfinguna. Til að byrja með þurfum bara aðeins að hita okkur. Gerum aftur viðbót. Fjórir enn. Tilbúin svo að stíga aftur með hægri og dúum 3, 2 og skipta. Gerum þetta nokkrum sinnum. Virkja vel miðjuna. Finna strax fyrir rass- og lærvöðvum. Við ætlum aldeilis að nota þessa vöðva vel í dag. Glæsilegt, 4 viðbót. Tveir enn. Stíga aftur með hægri og stöðva. Pressum hér 8. Spenna kvið. Glæsilegt. Setjum hendur í gólf, réttum úr hægri fæti og þrýstum mjöðminni niður. Fáum smá opnun á mjöðum hægri. Svo stöðvum við og tegjum hönd upp og horfum á eftir. Gott að fá aðeins vindu á hrygginn. Rólega tilbaka, stígum hægri að vinstri. Smá frambeygja, slaka kollinn niður í átt á gólfi. Beygjum hnén, rúllum okkur upp hryggilið fyrir hryggilið. Tökum einn góðan djúpan andardrátt. Öndum frá og stígum aftur með vinstri og hægri til skiptis. Mjög mikilvægt að hita okkur aðeins upp. Byrja bara rólega. 4 viðbót. Stíga aftur vinstri, dúa 3. Og skipta. 4 enn. 2 viðbót. Stíga aftur með vinstri, stöðva og pressum 8. Glæsilegt. Hendur í gólf, réttum úr vinstri fæti og þrýstum mjöðminni létt niður. Stöðva og tegjum hönd upp. Horfum aðeins á eftir. Tilbaka, stíga vinstri hægri frambeygja. Grípum hér léttum olnbóna og leyfum höfðinu að hanga. Rétta vel úr fótleggjónum. Og beygja hnén, hendur. Rísum rólega upp. Tökum einn stóran, góðan, djúpan andardrátt. Öndur rólega frá. Svo stígum við núna út í hnébeygju. Og mjög mikilvægt að hugsa vel að spenna kviðvöðva allan tíman. Tökum aftur viðbót. Ég vona að sé aðeins farin að hitna. Stígum út hægri og dúa. 3, 2, 1. Fætur saman og skipta. 3,
Byrjum aðeins að kveikja í þessum rass-lærvöðvum. Tökum 4 svona í viðbót. Einn. Og 8 þessum höldum niður. Tökum 8 dúa. Gott. 4, 3. Svo tökum við 8 niður og hoppa létt yfir. 7, 6, við getum þetta. 5, 4. Og dröfum andan djúpt að. Öndu frá, kom aftast á dýnun okkar. Tökum góðan djúpan andardrátt öndum að. Öndu rólega frá í frambeygju. Og svo ætlum við að ganga okkur í rólegheitunum fram í háan planka. Setjum fætur við sikkurn endan á dýnu. Velkomin að setja hnén í gólf og reynum að snerta hérna gagnstæða öxl. Erum miklu frekar að halda hnjánum í gólfi heldur en að lyfta mjöðumunum alltaf hátt upp. 8 viðbót hér. Reyna að halda líkamanum alveg stöðugum. Kviðvöðlir þvílíkt spenntir. Tökum 2 viðbót. 1 stöðva. Minnka að spila milli fóta, drögum núna hné að nafla. 16. Glæsilegt. 8 viðbót. 4. Koma hans í vaffinn, þrýstum hælunum niður. Og svo gott að beygja annan fótinn og svo skipta þannig að þá þrýstum við hæl örlítið betur. Niður. Þrýstum báðum mjöft niður. Svo ætlum við að stíga með hægri fót út fyrir hægri hönd. Þrýstum mjöðum niður hér 8. Og enda betur opnum mjöðumina. Svo stöðum við. Við tegum höndina rólega upp, kíkjum á eftir ef við getum. Og tilbaka, koma sér vaffund. Og svo skiptum við. Og þrýsta mjöðum niður létt. Hér má halda eða kíkja þessu eftir hönd ef við getum. Teygja höndin upp. Komum aftur í vaffund. Göngum hendur og fætur inn á miðja dýnu. Grípum olnboga að hanga. Beygjum hnén og rísum rólega upp. Ég allavega orðin sjóðandi heit, vona þú sést það líka. Og við ætlum að fara að byrja æfingarnar. Endilega vill fá þessum að WhatsAppa þá að gera. Byrjum bara eftir svona 10 sekúndur. En við ætlum að byrja á því að fókusa, taka smá standandi lotu, fókusa rass og læri, hægra megin og lofar því að vöðvarnir munu loga. Erum við klárið í þetta? Og við byrjum. Krossa. Hér. Mjöðminn að vísa fram, kviðva og spenntir. Ef þú vilt aðeins meira, þá er að gera bara stækka handarhreyfinguna. Glæsilegt. Og við ætlum að vinna hverja æfingu í 30 sekúndur. 10 viðbót, krossa og teygja. Ættir að finna þetta eina utanvert, rass og lærvið á hægri. 3. Kross og pressa, spenna kvið. Mjög mikilvægt að mjöðminnar horfi fram til mín. Baki beint, kviðva spenntir. Finna að vöðvarnir byrja að loga hérna utanvert og halda kviðvunum spenntum allan tíman. 10 sekúndur. Slagt. Klárum þetta. 4. Fætur saman, hægri fótur, sami fótur. Pressum honum út. Hérna reynir mikið á jafnvægið, gott að virka kviðvuna að nota þá til að þá gengur betur að halda jafnvæginu, svo bara pressa litla hreyfingu út til hliðar. Í svona æfingum er stundum gott að horfa á einhvern ákveðinn punkt. 10 sek. Þannig reynir líka mjög mikið á stöðufótinn. 5. Og svo pressum við hægra hné upp í átt að nafla. Hafðu hendur bara eins og þar sem þér finnst þægilegt.
Reynir hérna framavert og lærvöðva, sama hér, baki beint. Virkja vel miðjuna. Og að sjálfsögðu velkomin að taka sér smá pásu. Koma svo aftur inn í æfinguna með mér. Flott. En við viljum finna bruna, það eru hlutinir að gerast. Koma 5. Sami fótur, höllum okkur fram, spennum aftur, finnum jafnvægið og pressum hæl. Upp í átt að lofti. Alveg að vera búið hér. Stendu upp frábærlega. Stöðufóturinn, hann er orðinn mjög þreyttur, en reyna svolítið að fókusa á hægri hliðina, finna spennu rass aftan á læri. 10 sekúndur. Glæsilegt, klárum þetta. 4. Og síðasta æfingin, þá ætlum við að krysta mitti. Krysta mitti og það er mikilvægt að senda öxlina aðeins niður á móti. Þannig erum að reyna að krysta mitti, olnboginn mætast. Svona standandi kviðvæng, þessi er alveg frábær. 10 sekúndur, það er alveg að koma stutt pása. 5 sek. Vel gert. Og drömmandan djúpt að. Bendu frá. Einn. Hendur upp og svo ætlum við að keyra hné upp í átt að olnbogum, spenna kvið. Við erum alveg að fara yfir í hina hliðina, 15 sekúndur í það og við erum hérna að taka smá standandi kviðæfingu. Þannig að reyna svolítið að krysta kviðið hana. 5. Og stöðva, vinstri kjur, krossa. Glæsilegt og muna að þú vilt aðeins meira að gera stækka handarhefingarnar. Og það er líka búið að vera bara með hendunar hérna á læri eða mjöðmum. Findu bara hvað henta þér, en bara mikilvægt að mjaðmirnar horfi vel fram. 10 sek. Kveikjum í rassalæriðunum á vinstra megin. 4. Kross og pressa. Baki beint. Spenna kvið. Og það er gott svolítið að setja fókusinn hérna utanvert rass og læri vinstri. Vel gert. Alveg búið. Og endilega vilt gera æfinguna erfiðari, þá farið bara aðeins dýpra. Mjög gott. Mildari, aðeins ofar í stöðinni. 4. 2. Flott, finna jafnvægið og vinstri fótur út. Pressa. Spenna kvið. Öklinni kraftur. Svo bara pressa jarkaðinn út til hliðar. Endilega finna þér punkt til að horfa á. Það hjálpar ótrúlega mikið hvað jafnvægi varðar. Flott. 10 sek. Glæsilegt. Og svo pressum hné í átt að nafla. Hafa hendurna bara þar sem að þér finnst þægilegt að hafa þær. Finnum hérna framavert og læri vinstri. Glæsilegt. Koma klárum. Lítið eftir. 8. 4. Tilbúin, hallaðu þér fram og svo spenna fót upp í átt að lofti. Kreppa ökkla, þannig erum við hugsa að pressa hæl upp. Og það er mjög mikilvægt að stöðufóturinn sé örlítið boginn. Spenna kvið, baki beint. Þetta styrkir vel bakhluta líkamans, alveg upp í mjóbak, rass aftan í læri. Koma klára 10 sek. Vöðvarnir mínir loga. Ég vona að þið vilt gera það líka. Og rísa, krystu mitti. Og opna. Og muna senda öxlina niður á móti. Glæsilegt. Og það er að gera að virkja alla fjölskyldumeðlimi með í þessar frábæru æfingar. Því að þær eru bara jafn mikilvægar fyrir alla. Konur sem kalla. 4. 1. Og drömmandan djúpt að.
Öndum frá. Eins og enn. Öndum frá. Þá ætlum við að vinda okkur í smá gólfæfingar. Hér örstutt pása. Fáðu vatn. Bara aðeins að kasta mæðinni. Jæja, vindum okkur í gólfæfingarnar. Ekkert gefast upp, klárum æfinguna. Við komum okkur fyrir í háum planka. Spenna kviðvaða vel. Og svo ætlum við að setja fætur við sikkon endan á dínu. Og til að byrja með, setjum hné í gólf. Finna alveg hvernig við virkjum miðjuna, spenna kviðvaða vel. Svo ætlum við að hægri hendi leiðir. Við ætlum að læðast niður á olnboga og svo upp á lóa. Niður á olnboga, hægri höndin leiðir allan tíman. Ef þú treystir þig til, þá lyftur hnjánum frá gólfi. En við erum miklu frekar á sért með hnén í gólfi, heldur en að fara að lyfta mjöðmunum of hátt upp. Rólega tökum við 4 viðbót hér, hægri leiðir. Þessi styrkir miðjuna, efri hlutan, 2 enn. 1 viðbót. Svo stöðum við upp í háum planka. Reynum að snerta gagnstæða öxl 20. Og mundu, það má alltaf setja hnén í gólf. 10 viðbót. Glæsilegt. Og það alltaf velkomið að taka smá pásu og koma svo bara aftur inn í æfingarnar. Með mér síðasti stöðum. Reyna að halda hér, þeir sem vilja smá pásu, taka hana núna. En svo vindum við okkur í vinstri hliðina. Byrjum að setja hnén í gólf, vinstri leiðir, upp á lóa, niður á olnboga, upp á lóa, endilega hnén frá gólfi, ef þú treystir þig til. Þessi tekur vel í 4 viðbót. Ef þú finnur þreytu í baki, endilega settu þá hnén í gólf. Síðasti. Stöð í háum planka og snerta gagnstæða öxl 20. Klárum þetta. 12 viðbót. Að lokum að pása. 8. 2, 1, hnén í gólf og setjast aðeins á hæla. Mjög flott aðeins að kasta með henni hér. Svo ætlum við að vinda okkur í lágan planka, þá setjum við olnboga í gólf, spenna greipar og stóru tár og hælar mætast. Prófa að setja hnén í gólf og svo bara lyfta hnjánum frá. Gott aðeins að máta stöðuna, máta vegalengdina, hæðina á mjöðmunum frá gólfi. Höldum hér 8. Núna ætlum við að teygja hægri hönd upp í 8 lofti. Opnum hér í hliðarplanka og hér velkomin að setja vinstra hné í gólf. Pressum mjöðum upp 10, 9. Gott. 3. Stöðva, komum rólega niður í lágan planka eða örstutta pásu. Höldum hér 8. Spenna kvið. Núna ætlar að teygja vinstri hönd upp. Þú opnar aðeins frá mér, engar áhyggjur, ég er hérna með þér og við pressum mjöðum upp 10. Mundu hægra hné, má fara í gólf. Það vilt milda æfinguna. 5 síðustu. Og komum lágan planka og höldum 10. Halda 8. 4, 3, 2. Glæsilegt. Sittast aðeins á hæla, teygjum hendur fram. Á þessum tímapunkti ætlum við að skella á okkur ökklalóðir, setja það utan hægri fót. Engar áhyggjur, ef þú átt ekki ökklalóð, þá bara ímyndirðu þér að fóturinn sé örlítið þyngri. Hægri fótur er hérna fremst á dínu og svo ætlum við að rétta úr vinstri fæti, þrýsta aðeins mjöðminni niður. Til að milda þessa æfingu, þá bara ertu með hendur á hné, sem sagt eða læri, kemur ofar í stöðuna. Svo ætlum við að stíga vinstri fót að hægri og aftur. Þrýsta mjöðminni alltaf niður. Þannig að hérna í rauninni er ökklalóðið ekki farið að gera neitt, en bíddu bara. Það mun breytast. Bara þínum hraða, þú þarft alls ekki að fylgja mínum hraða.
stíga vinstri aftur og að og myndu, ef þú vilt milda, ofar í stöðu. Eða ef þið finnst það þægilegra bara fyrir bakið. Hérna eftir að finna eina brunan, byrja að myndast rass og læri hægri. 5 sek. Og vaffundur. Þrýstum hægri hæl niður, fáum bara létt að teygja hérna hægra megin. Komum svo rólega á 4 fætur. Lófar undir öxlum og svo ætlum við að teygja hægri fót aftur og svo að vinstra hné eða að nafla. Spenna kvið, halda líkamannum bara stöðugum og ef þú vilt gera hana aðeins erfiðari þá geturðu lyft vinstri rist frá gólfi og svo alveg lengja fótinn aftur. Það munur klárlega alveg öklalóðið en annars bara einbeita sér ennþá betur að því að gera stóra hreyfingu, stöðva, kreppum ökla og pressum hæl upp. Og sama hér, alltaf velkomið, taka sér smá pásu, koma örlítið úr æfingunni og svo bara aftur inn í hana. Það er lítið eftir hér, pressum hæl upp. Ættir að fara að finna fyrir þessu. 5 viðbönd. Svo komum við niður á olnbogana, beygjum hægri fót 90 gráður, kreppum ökla, hnén mætast og eins og við séum að spyrna hæl upp í átt að lofti. Sama hér þarf hægt að losa vinstri rist aðeins frá gólfi. Þá erum við í rauninni bara að virkja vinstri hliðina örlítið betur inn í æfinguna. 4. Og svo stöðvum við og pressum hæl. Bara lítil hreyfing. Fara bara upp í sína efstu eða dýpstu stöðu og reyna svolítið að einangra spennuna þar. Halda bara hér. Rassvöðvar ættir að fara að loga, aftan á læri, styrkir líka mjóbak. Alveg er búið. 5. Setjum hægri höndina aðeins út til hliðar. Hægra hné kemur innanvert á vinstra hné og svo ætlum við að teygja hægri fót ská upp í hægra hornið. Og það er mjög mikilvægt að fóturinn fari alveg ská út til hliðar. Þannig að þá erum við að virkja meira utanvertu rassvöðva. Vel gert. Og svo stöðum við uppi, strekkjum restina, þetta er síðasta æfingin hér og pressum litlu tá upp í átt að lofti, ská upp í átt að lofti. Fóturinn er beinn, ristin strekkt og það er lítið eftir hér. Klárum við þetta að koma svo? Svo fáum við smá pási, alveg er búið. Síðustu 8. Og staka. Vel gert. Setjast aðeins aftur á hæla og svo setjum við rassvöðvan svona aðeins út til hliðar. Komum rólega upp í vaffund. Þrýstum hælan niður. Göngum hendur á fótum. Skiptum fót. Og við ætlum svo bara að vinda okkur í hina hliðina. Setjum vinstri fót fram milli handa og þrýsta mjöðmunni aðeins niður. Gott að fá aðeins teygju framan á mjöðm. Og muna það má setja hendur á hné og við byrjum stígum hægri að vinstri og svo stórt skref aftur eða hendur hér. Og myndum þú endilega vinna bara algjörlega á þínum hraða. Finnum brunan byrja að magnast vinstra megin. Glæsilega 3, 2, 1 viðbót. Og geggjað. Komum við vaffund og þrýstum vinstri hæl. Bara aðeins létt niður.
komum á 4 fætur og við teygjum vinstri fót vel aftur. Og muna þar má lyfta hægri rist frá gólfi. Mikilvægt að spenna kviðvöðva vel allan tíman. Finnum alveg strax vel fyrir æfingunni. 3 viðbót. Tilbúin, stöðvum, preppum ökkla og pressum hæl upp lítið niður. Nú erum við svolítið að einangra spennuna. Glæsilegt. Fjórir. Og komum niður á olnboga, beinum fót 90 gráður og pressum hæl upp í áttalofti. Sama hér má losa hægri rist frá gólfi. Heldur betur fara að taka vel í. Og við stöðum uppi og svo pressa litla hreyfingu, pressa hæl ákveðið. Vöðvarnir loga. Áttu viðbót. Alveg er búið, vinstri hönd út til hliðar og svo lengjum við vinstri fót ská upp í vinstra hornið okkar. Strekkjum ristina, teygjum fótinn vel, ská upp. Reynir vel inn að utanvert á rassvöðva. Og við stöðvum og svo pressum við síðasta. Strekkjum vel ristina, svo sem að pressa litlu tá. Hérna ská upp í vinstra hornið. Klárum þetta, síðustu 10. Fjórir, 2, vel gert. Losum afturlóðið, setjumst aftur og svo ská. Rassvöðin ská til vinstri. Og svo ætlum við að leggjast alveg niður. Við ætlum að setja hendur með frá síðum, horfum bara niður, svo ætlum við að lyfta brjóstkassanum rólega, bara lítið frá gólfi og síga. Aðtrixið hér er að reyna að slaka á rassvöðunum. Þeir vilja klárlega hjálpa. Þannig viljum að reyna að leyfa bakinu að njóta sín. Bara rólega. Þannig að við erum alls ekki að lyftast mjög hátt. Því að við lyftum okkur mjög hátt, þá eru rassvöðunir klárlega farnir að vinna vel með. Þannig að reyna að slaka þeim. Það er alveg erfitt að reyna að slaka þeim og leyfa bakinu að njóta sín. Maður þarf alveg meðvitað að einbeita sér að því. 4. Setjum hendur undir enni, svo lyftum við okkur upp og drögum herðablöðin saman og síga. Tökum 8 hér og slaka. Hérna erum við að styrkja bakið okkar. 4. 2. Og slaka. Tegjum hendur fram, lyftum fótinn frá gólfi og byrjum að taka skriðsunds fótatök. Og ef þið treystið til þá lyftur höndum aðeins frá gólfi og bara horfa niður, skriðsunds fótatök, höldum hér
svona 10-15 sekundur. 8, 4 og glæsilegt. Komið rólega upp á 4 fætur, komið kattategina, þrýstum herðablöðum vel upp í lofti og svo bara fletja bakið, 2 í viðbönd og fletja, 1 enn. Vel gert. Svo ætlum við að leggjast á bakið, föðmum aðeins hnén, setjum hendur meðfram síðum, 10 sinnum drögum hnén að brjósti og svo rólega réttum við úr öðrum fæti í einu í átt að gólfi. Ef þú vilt örlítið meira þá réttur úr báðum fótum. Passa samt bara að missa ekki bakið í fettu. Þannig að ef maður er viðkvæmur í bakið þá er maður klárlega að vinna bara með annan fótinn niður í 1, 4, 3. Og þessi er svo góð fyrir að við erum með höfuð, háls og herðar bara í slakri stöðu. 1 viðbönd. Stöða 90 gráður, hendur sikkur með höfuð. Við ætlum að taka hérna Pilates hjól, olnbogi á móti gagnstöðu hné og svo reynum við að fara með beinafótlegginn bara sem næst gólfi. 10 viðbönd. 4, 2 og svo alveg einstum við lyftum okkur beint upp 10, 9, 8. Þessi er svakaleg. 6, 4, 2, 1. Föðmum hnén stutt. Þetta er alveg að vera búið. Hendur meðfram síðum, fætur upp í loft. Svo lyftum við fótunum upp 10, rólega niður. Feimu viðbönd. Og við reynum að sveifla fótunum bara sem minnst. 3, 1 og svo ætlum við að saxa. Keyrum hæl niður í átt að gólfi, tegjum hendur upp. Er þið tilbúið með mér í 20 síðustu. Reynum að grípa hæl. 20. Reynum að grípa hælinn, lyfta sér upp. 16. 12. Koma. 8 viðbönd. 8. 6. 4. 2. Og faðma. Glæsilegt. Mjög gott. Rúllum okkur upp í sitjandi stöðu. Ætlum að draga andann djúpt að. Öndum frá. Taka bringu, horfum á naflann okkar, þrýstum herðablöðunum aftur. Öndum að. Og öndum frá. Réttum úr okkur, réttum úr fótum. Gott að lyfta sér upp og skjóta rassinum aðeins aftur. Drögum andann djúpt að. Öndum frá og við höllum okkur rólega fram, bara þar sem þú finnur teygju. Aftan í kálfa, aftan í lærin. Til að fá dýpri og meiri teygju í kálfa, þá annaðhvort kreppa ökkla eða grípa létt tær. Koma aðeins dýpra, heldur síðustu 8. Og rísum rólega upp. Setjum hægri fót á vinstra hné. Svo ætlum við að beygja vinstri fótinn, lyfta okkur upp og reyna að bara setjast eins nálægt vinstri hæl og við getum. Svo ætlum við að þrýsta brjóstkassanum vel á móti hægri fæti, ýta hægra hnénu frá okkur. Þá fáum við frábæra teygju utan á rassvöðva og mjöðm hægra megin. Sumir finna bara frábæra teygju hér og þá höldum við hér. Þannig að haldið teygjunni þar sem að þið finnið vel fyrir henni. Og svo ætlum við rólega að leggja vinstra hnéð í gólfið vinstra megin. Þannig set hægri fótinn alveg niður og svo ætlum við að setja í rauninni setbein og rassvöðva alveg ofan í dýnuna
og kíkja hans inn á eftir hægri öxlinni, toga henni að okkur, þannig að þá bæði fá vind á hrygginn og við fáum teygju utanvert og rassvöðva og mjöðm. Nauðsynlegt að teygja þess eftir allar æfingarnar. Og slaka. Komum rólega tilbaka og skiptum fót. Findu bara að máta það aðeins teygjuna. Findu hvar þú finnur vel fyrir henni. Þrýstu brjóstkassanum vel á móti vinstri fæti. Þannig að teygjan er vinstra megin. Og svo setjum við hægra hné rólega í gólf. Og svo setjum við vinstra setbein rassvöðvan alveg niður og kíkjum aðeins á eftir vinstri öxlinni. Reynum að hafa bakið beint. Og slaka. Svo krossum við bara fætur. Tegjum hönd aðeins upp og yfir, þrýstum síðu til hliðar. Og skipta. Spennugreipar fyrir aftan bak. Og hendur upp hér. Ég er ótrúlega ánægð með ykkur. Takk fyrir að fylgja mér í dag. Haldið áfram að vera dugleg. Þangað til næst.